Við erum mörg hver farin að taka gervigreindina í okkar þjónustu, en hvenær þjónustu við gervigreindina og hvenær verðum við þjónar hennar jafnvel þrælar? Fórnarlömb. Engin vafi á því að gervigreindin hættulegri en kjarnorkan. Það las ég á dögunum, þessi orð nákvæmlega, og ég boðið þeim sem þannig ritar að koma hingað og ræða við mig við rauðaborðið. Við höfum svo sem oft áður spjallað við fólk gervigreindina, en það sem sagt mikilvægt að við hugsum upphátt þessa miklu tæknibyltingu sem kannski mun breyta öllu, og þar á meðal hvernig við hugsum og sjáum fyrir alla hluti. Vertu velkomin, Haukur Arnórsson, stjórnsýslufræðingur, doktor í stjórnsýslufræði. Þú ert kannski engin sérstakur sérfræðingur í gervigreind, en þú ert samt sennilega með meira vitheldur en margur annar í þeim efnum vegna þíns bakgrunns. Af hverju tókstu svona til orða að í þínum huga væri ekki vafa á því að gervigreindin geti verið hættulegri en kjarnorkan? Það kannski af því að það miklu meiri hætta að hún lendi í höndum almennings og hryðjuverkasamtaka eða samtaka sem vilja berjast gegn ríkisstjórnum og heimskipulagi, einhverju skipulagi í heiminum, og hún gefur öllum að þér virðist í dag óhindrað, hún gefur mönnum tækifæri til þess að búa til og gera í rauninni hvaða vopn sem og til dæmis hún getur kennt mönnum að búa til veiru sem verður stórhættuleg fyrir heiminn og svona. Þannig að á meðan kjarnorkan var það var gerðir samningar og bæði með valdi og með góðu, að það bara ríkisstjórnir sem með kjarnorkuna, og það nú mikið lagt á sig í dag til að Íran fá ekki kjarnorkusprengju. En þá hættan þarna gagnvart almenningi. Þannig að við höfum sögu í því að hafa bönd á kjarnorkunni og kerfi, en gervigreindin vaði bara stjórnlaus. Já, það nýjustu hugmyndir ganga út á það að það verði gefnar út mjög svona vængstýrðar útgáfur fyrir almenning. Já. Og þá menn að velta fyrir sér hvernig hægt að vængstýra þessi ósköp sem búa auka greind sína. Gervigreindi getur í dag auki greind sína, og þú heggur af eitt höfuð og tvö spretta í staðinn. Já, og tvö spretta í staðinn. Já. Þannig að það spurning hvernig þetta gert, og síðan barátt á milli þeirra aðila hver verður hliðvörður á tækninni, hver skammtar heiminum þetta. Já, þetta eru rosalega stóra spurningar. Já. Mér finnst fleiri vera orðnir gagnrýnni í seinni tíð heldur en bara fyrir hálfu ári eða einu. Það annað sem að þú segir að þér finnst þetta orð sem að margir Íslendingar eru farin að nota sem vitlíki, þér finnst það ekki nógu gott orð? Mér finnst það svolítið smjörlíkislegt, mér finnst það hálf niðurlægjandi, og ég stakk nú upp á alvitund, en það var nú svona bara í gamni til þess að gera meira úr gervigreindinni. En við gætum haldið hér mjög langt mál kosti gervigreindarinnar, þá möguleika sem hún mun opna og þannig, en það staldrar umræðan dálítið við þessar hættur. Og við erum með hættulegum heimi. En í þessu viðtali okkar hefði ég viljað ræða eitt atriði sem mjög jákvætt. En við getum byrjað á hættunum. Nei, við skulum bara byrja á þessu jákvæða. Klárum það af. Hvað best við gervigreindina? Það best við gervigreindina hvað hún hjálpar. Getur hjálpað mönnum gríðarlega mikið. Hún getur spjallað við fólk, hún getur í rauninni einmannaleika gamals fólks. Hún getur hjálpað fólki. Hún komin í mannslíki, þannig að það voru hálfmaraþon hlaupum daginn þar sem róbótar gervigreindar fólk í algjörlegu mannslíki hljóp og náði meiri hraða en maður hefur nokkuð tíma náð.
og þannig að hún getur annast fólk, annast á spítölum og heima. Það er eiginlega engin takmark fyrir því hvað hún getur gert og það sem ég vil segja er nú svo einfalt og banalt og það er hérna og það er eitthvað sem ég hef sagt ofta áður í lífinu. Það er að ég vil að opinber gögn fari í íslenskt mállíkan. Já. Og ég tel það svona ákveðið framhald á lagasafninu. Það var hörð barátta lagasafnið 1995. Þá var stjórnarráðið að einkavæða það. Lét fyrirtæki í Hafnarfirði fá einkaleyfi á að dreifa lagasafninu og hugmyndin var svo að lögfræðistofur myndi borga fyrir það. En þá var sem sagt baráttan það að þetta yrði opið fyrir almenningi og Alþingi opnaði þetta og síðan var það neitt til að loka og eftir baráttu alþingismanna þá var það opnað aftur. Þarna er ég yfirmaður tölvudeildar Alþingis og þegar ég opnaði lagasafnið í óleyfi þá átti ég vonaði að verða rekinn. En það varð ekki, málið snerust Alþingi í vil og núna hefði ég viljað að Alþingi tæki næsta skref sem er að öll opinber gögn hjá sveitarfélögum, hjá ríkinu, lög, reglugerðir, gjaldskrár, dómar, úrskurðir, sama hvaða nöfnum nefnist, öll gögn sem eiga verið opin, eiga verið í aðgangi almennings og þá voru ég að undanskilja persónutengt skjöl, séu sett í íslenskt mállíkan þannig að menn geti bara spjalla við þetta. Og ef við má halda aðeins áfram með hugmyndina, sko þá er það þannig í dag að þó við séum að tala að allt sé í opnum aðgangi hjá ríkinu þá er það þannig að ef þú ætlar að setja upp kaffihús eða ef þú ætlar að byggja, kaupa lóð eða eitthvað svo leiðist þá mæturðu flóknu regluveldi og eyðublöðin og leiðbeiningarnar eru kannski inn á mörgum vefjum, misdjúpt á vefjónum og sem sagt út allt hjá sveitafélögum, þú ert að leita til sveitafélag, þú ert að leita til ríkisins ákveðna stofnana, jafnvel ráðuneyta og fá leyfi og annað slíkt. Með gervigreindinni gætur bara spurt hvað þarf ég að gera til þess að byggja með sumarbústað á lóðinni Hvammar 18 í Grímsnesi. Og þá segir hún þér bara þannig að með því að búa til mállíkan fyrir hið opinbera, öll opinbera gögn, þá gerir hún hið opinbera skiljanlegt og auðvelt og þetta sparar gríðarlegan tíma hjá almenningi og sem þýðir bara aukna þjóðatekjur af því að þú ert hagfræðingar og verðmætja frítíma ákveðið verið með þetta vinnutíma ákveðið og ef almenningu kemst af með miklu styttri tíma í opinberu þjónustu og opinberu aðilar sem eru nú stærstu notendur opinberu þjónustu, það eru opinberu starfsmennir og þá eikur þetta það. Einmitt. Sko, þetta hljómar allt saman mjög skynsamlega en ertu svartsýnn af því að við erum að tala eða svo ég öllu heldur vendi nú kvæði mínu aðeins í kross. Erum við að tala alvöru hugsun og minni í gervigreindinni eða er það ekki rétt hugtök? Jú, það er alvöru hugsun og alvöru minni. Sko, það sem svo ég haldi áfram með þessu opinberu gögn. Þetta eru þjóðareign. Það er að segja, allt þetta hefur verið búið til af opinberu fé. Þetta er okkar skattfé. Líkurnar eru núna á því að ríkið semja þetta af sér. Það er að segja, einkaaðilar komi inn og fái einhvern einkaleyfi á einhverju eða að hún beinlíni selja þetta, annarkvort semja þetta af sér eða semja þetta. Síðan eru náttúrulega við eins og í dag með amerísku auðhringana sem gína yfir þessu og það þýðir að öll þjóðin þarf að fara að borga amerísku auðhringunum fé til þess að fá aðgang að
á þessum upplýsingum sem það þegar búið að borga fyrir. Já, þannig að ríki verður háð geðþótta auðvaldsins. Nákvæmlega, verður háð geðþótta. Þannig að það ekkert það má ekkert bíða með þetta vegna þess að annars getur einhverjir aðilar átt rétt á bótum ef ríkið búið að selja þetta frá sér. Þannig að það þarf bara að gera þetta strax. Ég hef nefnt þetta við skrifstofustjóra Alþingis og ég tel að margan hátt eðlilegt að Alþingi hafi frumkvæði að þessu. Það alltaf voðaleg senkun varðandi stjórnarráðið. Það hafa ekki fengið nema eina hugsun síðustu 30 árin. Það að búið til Ísland.is og það gengur allt svo hægt. En annars væri það fjármálaráðuneytið eða forsætisráðuneytið sem ætti að hafa frumkvæði að þessu og gera þetta málíkan. Og ég undirstrika það að opinber gögn eru þjóðarauðlind og þjóðareign. Þetta nú að jákvæða sem hefur fram að færa. Já, einmitt, nákvæmlega. Hlutverk fræðimanna með þessum breyttu tímum, það mun breytast, ekki satt? Jú, það mun breytast. Það er svolítið spurning hvernig það verður. Sko, ég tel að við þurfum að gera fleiri málíkön og ég ætla ekki að blanda mér í það, en ég tel að við þurfum að búa til málíkan íslenska þekkingu. Annars kemur sama stað upp þar. Að menn verða með einkaleyfi út allt, menn þurfa að borga amerískum vefjum sem liggja á því lúa lagi að reyna að ná höfundarétti á öllu íslensku menningarefni og svo framvís. Það er hrikaleg sviðsmynd. Já, það er hrikaleg sviðsmynd og fræða niðurstöðum og öllu slíku. Þannig að ég tel að við þurfum að gera samskonar málíkan fyrir menningu og fræði og þá getur almenningur á götunni bara spurt. Hafði Jómsbók sem gerð var út á miðöldum, hafði hún áhrif á Njálu eða eitthvað svona. Og þú getur sagt, já, fræðimaðurinn er óþarfur, maðurinn út á götunni getur bara spurt að þessu og gervigreindin kemur með gögnin og segir, og bendir á heimildina, já, í formála Jómsbók nýjustu útgáfunni segir þetta og þetta og þetta. Og þannig að öll rannsókn verður miklu auðveldari og afkvæmt fræðimenn ætti geta orðið margföld. Já. En af því að við erum að tala þetta og þetta skapar hræðslu atvinnuleysi. Já. Og þetta skapar umræður borgaralaun, hvernig brugðist við. Þá það þannig að við alla tæknibreytingar hefur verið talað að það fækki störfum. En það hefur bara alls ekki orðið. Nei. Og núna voru að birtast helgina alþjóðlegu gögn sem sýna stórfyrirtæki sem hafa tekið gervigreindina í notkun, þau fjölga starfsfólki. Þau nota gervigreindina til þess að ná sterkari stöðu fyrir sig og þar með kallar það á aukið starfsfólk og þau ná sem sagt sterkari stöðu, aukinni markaðshlutdeild því það sýnir sig að gervigreindin er afskaplega snjöll í markaðssetningu. Já, en eiga síður þá nú svona til einstakar stéttir sem að bara lúta í gras eins og dæmis forritarar. Þeir bara drógu stutt á stráið, þeir sem ákvaða að fara í forritun fyrir 5 árum, tóku námslán og eru nýbúnir að klára masterskráðu. Manni skilst að þar sé nú ekki feitan göldaflá. Nei, en svo þekking nýtist öðruvísi. Sko, það sem forritarar í dag segja mér það að þeir kunna að móta réttu spurninguna. Þeir kunna að skrifa kannski 5 síður það hvað gervigreindin á að gera. Svo komaði morgunin eftir í vinnuna og gervigreindin er búin að vera tölvöld lengi að þetta flókið sem báðum og þá geta það sannreind hvað ég gerðu. Ég held þetta sé eins og svipað og hjá sakfræðingum.
að sakfræðingur gerir rosalega flókna spurningu, vill fá þetta og þetta upp og hann fær það, en svo þarf hann sjálfur að fara í allar heimildirnar vegna þess að hann getur ekki treyst gervigreindinni. En skítavinnan, hún unnin á gervigreindinni og þannig verður það líka hjá tölvunarfræðingum. Þannig að sérþekking og fagþekking, ég hef enga trú á því að hún detti yfir. Nei, þú sérð ekki enn merki þess að gervigreindin útrými einhverju einni starfstétt eða fleirum? Nei, ég útiloka það auðvitað ekki. Nei, sko þetta er það sem að flest ungt fólk talar það er að nú þurfum við að vanda sig að finna nám við hæfi í geira sem gervigreindin verði ekki búin að taka yfir. Já. Maður heyri þetta, ég var í partí í garðveislu helgin og þar var bankafólk að tala að tiltekin tegunda bankafólki sem að býr yfir sálfræðikunnáttu. Það væri að verða minna mikilvægt og væri að missa stöðu sína innan bankakerfisins vegna gervigreindarinnar. Allt Ísland og allur heimurinn er að ræða þetta. Já, og sölumenn gervigreindarinnar, þeir tala eiginlega ekki neitt annað en þetta. Sko, þeir ætla að selja gervigreindina fyrirtækjum til að fækka störfum. Til að fækka störfum, til að auka arðsemi og allt slíkt. Já. En það er ekki þar með sagt að það verði þegar uppi staðið niðurstaðan. Nei. Hvað þú ert með einhver dæmi kannski tækninýjungar sem að voru taldar að myndu útrýma fólki en gera það ekki? Já, það var auðvitað talið að það myndi gera það er alveg frá því transistorinn kom fram og til dæmis gagnagrunnurinn sem er kannski stórveldasta uppgötvunin, stórveldasta framförin sem var mjög lengi að koma inn. Hann sparaði óskaplega mikil störf og ég get tekið sem dæmi að þegar ég kem og er tölvumaður á Alþingi, þá var Alþingi í 14 húsum í Kvosinni að leigja 14 húsum og mér tekst að leggja netum þetta allt og gera eitt gagnagrunn fyrir Alþingi, en í hverju þessu 14 húsi var haldin skrá yfir þingmál og þingmenn. Það var það að vera allt up to date, allt eins og það átt að vera fyrir þingmenni í viðkomandi húsi og upplýsingar í hverju húsi. Allt í einu verður til miðlægu gagnagrunnur hjá þingi sem sýnir það sama og ég held að þingið hafi sparað átt í 10% á stöðugildum. En það var einhver sagt upp. Nei. Stöðugildin voru notuð í annað, þau voru notuð til þess að bæta þjónustuna. Og síðan er það þannig að hjá öllum fyrirtækjum að það er tölvöld mikil velta. Það er að segja að fólk fer á eftirlaun og þjóðin er að eldast. Þannig að það er allstaðar að eðlileg endurnýjun hjá fyrirtækjum og stofnunum og ég sé nú ekki að þið opinbera muni skera mikið niður mannafla. Nei. Við förum aðeins til Kína. Nú er Kína það land sem að kannski keppir helst við Bandaríkin sem sá aðili handhafi þekkingar til að búa til gervigreind. Sérðu einhvern mun á því hvernig Kínverjar nálgast gervigreindina á Bandaríkjunum? Nei, ég hef ekki þekkingu til að svara því. Nei. En ég get svara því að baráttan í Bandaríkjunum fyrir það hver verður hliðvörður tækninnar er milli risana, milli auðringarna sem framleiða og Bandaríkjastjórnar. Bandaríkjastjórn setti bann á dreifingu Anthropic módula núna, nýrra forrita, gervigreinda forrita til útlendinga og þar með þá talið til Evrópubúa og allra útlendinga í Bandaríkjunum. Er það bara í lagi? Sko það er sennilega ekki löglegt og það er það sem segja gervigreinda fyrirtækin að þið hafið ekki heimil til þess að gera þetta og gervigreindar fyrirtækin sitja náttúrulega upp með alveg ævintýralega fjárfestingar og þau eru algjörlega háð tekjum frá Evrópu sem er langstærsta markaðsvæði þeirra sem er
mest notkun á upplýsingatækni og nútíminn hefur haldið innreið sína. Þeir ekki hafa þeir markað í Kína og þannig að þeir vilja dreifa þessu og þeir vilja sanna að þeirra tækni séu ekki hættuleg. En ég alveg sannfærður það að Bandaríkjastjórn á eftir að ná vopnum sínum og það verða stjórnmálamenn og þjóðarleiðtogar sem blanda sér inn í það hvert gervigreindin fer. Sko það sem þessi tækni bara bandarísk fyrir utan Kína, þá þetta mjög hættulegt fyrir Vesturlönd, sérstaklega ef að bandarísk stjórnvöld eru ófyrirleitin og þau hafa verið. Sko þetta bara beinlínis kúgunartæki. Þú getur notað þetta sem kúgunartæki. Sko alveg svo með tolla. Þú getur bara sagt, þið fáið þetta ekki, þið fáið og svona. Mjög sambærilegt. Já. Og þannig að við gætum endað kannski bara með kínverska gervigreind. Já, við gætum endað með kínverska gervigreind. Í Evrópu? Það eina undankomuleiðin fyrir Evrópu ef að bandarísk stjórnvöld verða ósangjörn. Nú hafa þau ekki verið það í gegnum tíðina. Ég meina þau hafa gert ýmislegt eins og til dæmis samningur, afvopnunarsamningur sem var gerður hér í Höfða við Sovétríkin og þannig að Bandaríkin hafa verið með forsetar sem hafa verið sangjarnir og ekki verið með kúnatilburði. En ef það myndi halda verulega áfram þá getum við orðið að snúa okkur að Kína og Kína svolítið að rétta Evrópu hendina eða hvað maður að segja. Í síðustu viku komu Kínverjar með tillögu frið í Úkraínu þar sem þau gerður á fyrir að Úkraína endurheimti öll sín lönd og þetta náttúrulega mesta útspil þeirra til að nálgast Evrópu sem þeir hafa gert því þeir hafa stutt Rússland í Úkraínustríðinu. Þannig að þarna samband milli Kína og Evrópu, sko Bandaríkin geta flæmt Evrópu frá sér. Já, og það nú svolítið það sem hefur kannski verið að gerast. Það hefur heldur betur verið að gerast og það þetta sem hefur áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna að mínu viti í ágúst. Sko það algjörlega ótímabært að loka möguleikunum á nánara sambandi við Evrópu í haust vegna þess að gervigreindin að byrja, áhrifin hennar á heimsmálin verða sterkari en kjarnorkusprengjurnar og það frestur á þessu bestur. Það alveg ljóst að tekur 1, 2, 3 ár að semja, þá höfum við alltaf aðra stöðu til að segja nei þá eða já. Sá sem segir nei í haust bara ignorant. Heimurinn að breytast og menn verða að halda þessu opnu að við förum í nánara sambandi við Evrópu vegna þess að við vitum ekki hvernig varnarmál verða, við vitum ekki hvernig félagsmál og menningarleg tengslu verða og við getum setið upp með það að það verði 90% þjóðarinnar sem vilja nánara sambandi við Evrópu eftir 2 ár, eftir 3 ár og við getum líka setið upp með það að gerir svo margt í millitíð. Já, það gerir svo margt í millitíð. Við á svo gríðarlega erfiðum tímum að við getum ekki leyft okkur að segja nei. Það bara heimóttarskapur. Ertu að segja þessu bæði greindarleg og gervigreindarleg rök fyrir jáinu í ágúst? Já. Þú verður að taka rétt ákvörðun á réttum tíma og tíminn til þess að taka þessa ákvörðun ekki núna. Nei, við þurfum að velja okkur bandamenn nú þegar. Við þurfum að velja okkur bandamenn og það ágætt að eiga þá ákvörðun eftir. Sjá hvað við fáum fyrir að tengjast Evrópu. En kannski aðeins þessu. Þannig þetta tenging gervigreindarinnar við kosningarnar í haust. Og sem mjög spennandi umræðefni. En ef við svona rétt áður við slítum þessu ræðum aðeins þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst komandi lengur og betur svona í lokin í þessu samhengi þá ertu ekki líka svolítið smeykur af því að það hefur nú verið að mælast lítill munur á jáinu og neyinu.
Ertu ekki smeykur að tækninni verði misbeitt einhvern veginn til þess að í rauninni ná fram skakkri niðurstöðu með samanber Brexit málið og önnur tilvik? Jú, sko eftir því sem þú gengur lengra í þá átt og ef þú verður staðinn að því að beita tækni brellum eða ef þú verður staðinn að því að segja mikið ósatt þá vinnur það gegn þér og mér hefur fundist gervigreindin vinna miklu meira með nei-hliðinni en já-hliðinni. Það mér líka fundist. Ég hef dálítið spjallað við nokkuð gervigreinda forrit og það sem þau gera þau fara alltaf ofan í smáatriðin og ég var til dæmis að tala við Perplexity í gær og hún fer alltaf ofan í smáatrið og segir Ísland svona og fær svona. Ég var að tala við hann hver verður valdastaða Íslands innan Evrópusambandsins til aðildar kæmi. Nefnilega þess að hún alveg ótrúlega sterk. Við fáum 1 atkvæði á móti hinum ríkjónum, alveg eins og við, en ekki í Evrópuþinginu. Og þá komum við að því sem Moggin segir og það er lýðræðishallinn sjálfur sem Moggin hefur talað í 20 ár. Það veikt. Evrópuþingið mjög veikt. Þannig að við fáum allstar það sem megin ákvarðanar eru teknar og Evrópusambandið fyrst og fremst framkvæmdavald. Það hefur mjög veikt löggjöf og mjög veikt þing. Ég meina þingi má ekki bera fram frumvörp, Evrópuþingið. Það öll frumvörp borin fram af framkvæmdavaldinu, af framkvæmdastjórninni og svo framvís. Þannig að við höfum mjög sterkar stöðu þar og svo spyr ég gervigreindina hver verður okkar stað og þá ferðu út til einhver smáatriði. Þið fáum 0,6% af þessu og 0,6% af einhverju og það koma þessar smáatriðina runur eins og maður sér hjá strákonum sem að mæla gegn í neginu sko. Og ég bara tók gervigreindana fyrir og skammaði hana og hún át allt onni svo ég segi þú verður að gjöra svo vel og segja aðalatrið. Hver aðalatrið? Aðalatriðin að hver einasti Íslendingur fær miklu meira valdin en Evrópusambandsins en einstaklingur sem býr í stórríkjónum vegna þess að í öllu sem máli skiptir fáum við 1 atkvæði sem 1 ríki á móti 1 atkvæði frá Þýskalandi og Frakklandi og þessum stóru. Þannig að gervigreindin að mata einhver smáatriði og við sjáum á netinu þetta ganga í gegn öll þessi smáatriði sem eru oft sko það hefur mótast ákveðin leið til dæmis í Facebook í rökræðum. Hún ekki endilega svo að snúa út úr, heldur að segja að þú segir eitthvað og þá svarar því með smáatriði sem bendir í aðra átt. Smáatriði og undantekningar eru helstu leiðirnar í tækninni í dag til þess að fella andstæðingin. Og þetta sérðu þarna gerast og það ekki nokkuð leið að fá menn til að viðurkenna að staða okkar valdalega í Evrópusambandinu þið miklu betri en íbúafjöldi segir til vegna þess að þú hefur þetta með Evrópuþingið og við verðum veik þar og gervigreindin fer alltaf í smáatriði. Og svo líka bara sko þessi tilfinningarlega smánun að ef þú skrifar eitthvað já í ágúst þá ekki ólíklegt að þú fáir á veggiðin á Facebook ertu þjóðnýðingur, ertu landráðamaður, hatarðu íslenskt fullveldi. Hvernig svarar þú sjálfur þannig kommentum? Sko ég svaraði með Danmörku vegna þess að ég var svolítið í Danmörku þegar ég var að rannsaka danska þingið og ég var bara frekur, ég fekk viðtal við hæstaréttardómara og ég fekk viðtal við yfirmenn í þinginu, danska þinginu og ég bara sé ekki að Danmörk sé ekki fullvalda. Nei. Og það setti til dæmis skilyrði fyrir aðildinni að Evrópusambandinu
að það er takmarkað hvernig útlendingar mættu eiga fasteign, hvað útlendingar mættu eiga fasteign og það eru sem sagt þau lög þekki ég og kynnti mér og það eru varanlegar undanþágur og það er svo 2000 og ég talaði við Kjartan Jóhannsson sem samdi EES-reglurnar og hann sagði við vorum þá alveg með pottþétt lög sem gerðu það verkum að útlendingar gátu ekki eignast íslenskt land. Við vorum með þessi gömlu sveitalög þar sem að forkaupsréttur sveitafélagsins og allt þetta og það er Guðni Ágústsson, þessi maður sem berst núna mest gegn Evrópusambandinu. Það er hann sem gefur frelsi í sölu á jörðum, miklu meira frelsi en Danirnir eru með 2007 og það er talið að það veri fyrir Ólaf Ólafsson sem var að kaupa upp 4 jarðir á Snæfellsnesi og svo framvís. Og nú erum við að sjá Höllu Hrund Framsóknarkonu að berjast fyrir því og hún fékk fram þingsályktunartillögu í þinginu núna á síðustu dögum þess að gera skoðun á því hvaða útlendingar ættu jarðir á Íslandi. Nú allt í einu Framsóknarflokkurinn að fara að slá sér á brjóst sem brjóstvörn landsins en það var Framsóknarflokkurinn sem var tilbúin að selja landið útlendingum og þetta, ég verð bara reiður þegar ég segi þetta en svariði mitt við spurninguðinni það, ég bendi bara á Danmörku, Svíþjóð og Finnland að það eru sjálfstæð og fullvalda ríki sem taka sínir eigin ákvarðanir og ákvarðanavald Evrópusambandsins nær að vísu víðar en í fjórfrelsinu en við erum með aðalatriðin í því það sem við verðum að hlíta almennum reglum Evrópusambandsins. Að vilja vita eða vilja ekki vita, það eru líka bara ágætur rök fyrir því að segja já í ágúst. Já. En það kannski ekki að undra að ártalið sem þú nefndir í þessu samhengi með Guðna Ágústsson og þessa heimild hafi verið 2007. Nei, það er ekki tilviljun. Það er ekki tilviljun. Það voru ansi margir sem voru nálægt að ganga af göflunum 2007. Já, og þá áttu menn svo mikla penninga að menn gátt ekki ímynda sér að útlendingar gætu trompað á. Já, ég veit. En eru ekki bara góðið með þetta ykkur? Jú. Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og vera einn af mörgum gestum okkar undanfarna vikur og mánuði þetta risamál sem gervigreindin er. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.